Hæ. Ég heiti Björk og mig langar að segja ykkur frá skáldsögunni minni hana Hetju. Hún heitir Hetja, eins og þið sjáuð hér, Hetja. Og fjallar þessa Meri sem hún Freydís Kristjáns teiknar svona fallega. Þetta semst Hetja, hún 5 vetra Meri. Og þetta fjallar ekki bara hana, þetta fjallar líka eiganda Hetju sem Björk. Og besta vinkonunnar líka. Og hún 15 ára, þannig að þær eru svona báðar eiginlega að verða fullorðnar, að komast í fullorðna manna tölu eða fullorðna dýratölu eins og maður getur sagt. Af því að þetta fjallar þær tvær og þá eru þær báðar sögumenn. Og þess vegna segi ég söguna annars vegar út frá sjónarhorni Hetju og hins vegar út frá sjónarhorni Bjargar. Þannig að við sjáum tilveruna með augum Hetju og svo líka með augum Bjargar. Það sem gerist í byrjunin á þessari bók það að Hetja sem býr á Suðurlandi. Hún hefur skroppið undir girðinguna því það eru svo spennandi hestar hinum megin og það kemur stór flutningabíll sem að Hetja kallar svarta hyldýpið og tekur hana burt úr heimahögunum. Og hún verður að sjálfsögðu skelfingu lostin. Hún hefur aldrei áður farið frá fjölskyldu sinni og Björg verður ekki síður hrædd þegar hún kemur heim og áttar sig á því að Hetju hvergi að finna. Og þá upphefst æsispennandi saga það hvernig Hetja sem endar hinum megin á landinu, lengst norður í landi, reynir að finna leiðina heim og hvernig Björg gerir allt til þess að reyna að finna vinkonu sína. Og auðvitað eins og í öllum góðum sögum, þá kynnist Hetja ýmsum á leiðinni og þroskast og lærir. Og í þessari bók kynnist hún í fyrsta skipti vondu fólki. Og hingað til hefur Hetja bara kynnst góðu fólki. En í sögunni hittir hún í fyrsta skipti vont fólk. Hún hittir Tóta Glæp. Og Tóti Glæpur, hann kann ekkert sérlega vel að tala við hesta. Hann alltaf svona, hann alltaf eins og sé að skamma alla. Hvað er þetta að gera þarna? Og Hetja veit ekkert hvað hann að meina. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur smábrot þar sem Hetja hittir í fyrsta skipti vonda mannesku. Gjörðu þið svo vel og ég ætla að fá að standa upp. Og þetta sagt út frá sjónarhorni Hetju. Lampand svífur í áttina að mér og smellur í jörðina við hliðina á mér. Kaching! Áfram með þig, truntan þín! Mér krossbregður. Ég enda sendist af stað og reyni að finna leið út en sé strax að það liggur rafmagnsstrengur sitt hvoru megin við veginn. Stoppiði helvítis hestinn! Hvert sem ég lít standa menn sem baða út litlu framlöpunum og hvíja ógnandi. Öll merki frá þeim segja mér að þeir séu óvinir. Ég lít trillt í kringum mig og reyna að átta mig á hvert ég eigi að fara. Ég vildi óska þeir gæfu mér bara pínulítinn tíma til að skilja hvað ég á að gera. Ég hleyp fram og tilbaka og reyni að koma auga á gamla. Það vinur hennar sem hún kynntist í hyldýpunu. Opnaðu inn í helvítis gerðið, Ævar! Góða drengjatrippið hleypur á stað og opnar inn í gerðið. Ég legg strax af stað í áttina til hans. Af öllu þessu snaróða fólki vil ég helst vera með honum. Ég elti hann inn í gerðið. Það var mikið. Mannaforinginn fnæsir fúllindur og lokar hliðinu. Þegar ég búin að ná áttum, ákveð ég að reyna að vingast við reiða mannaforingjan. Hann hlýtur að skána ef ég sýn honum bara nógu mikla undirgefni. Ég skokka ljúf gerðið. Leið og hann lítur á mig, stoppa ég, kjamsa og sleiki útum. Svo þykist ég bíta í ósýnilega tuggu og býð honum að koma inn í svæðið mitt. Hann virðist skilja þetta því hann nálgast mig. Þótt hann sé full ógnandi að mínu mati. Mér finnst óþægilegt þegar hann starir svona beint á mig. Hann ætti að sýna pínu litla undirgefni líka og lúta höfði. En ég ákveð að vera hugrökk. Ég Hetja frá húsum og ég get allt. Svo kannski ekki hægt að ætlast til þess að svona vitleysingur kunni allar reglurnar. Brátt mannaforinginn kominn alveg að mér. En í staðinn fyrir að klappa mér með framlöppinni, þá lyftir hann prekinu og hvíjar hátt og skerandi. Þú nú meini djöfulstrundan! Prekið smellur í rassinum á mér. Ái! Nú mér nóg boðið. Hvers slags ókurteisi þetta? Óttinn víkur fyrir reiði og ég rek aftur endan í þennan fávita sem að ekkert kann. Hann rétt nær að víkja sér undan og ekki skánar skapið í honum við það. Hann kjagar og eftir mér eins og gæs, en ég vík mér bara lipurlega undan.
Það er nú ekki falleg fótaliftan hjá honum greyinu. Hann nær varla að lyfta löppunum frá jörðinni, hugsa ég þar sem ég brokka háfætt gerðið. Ævar, stoppaðu merina, stoppaðu merina. Foringinn fnæsir þetta móður og másandi. Hann hefur greinilega fengið að standa í heyi allt og lengi eða nýtir fóðrið bara svona vel. Hann minnir mig á rullubagga. Kannski hann bara fylfullur. Já, ætli hann sé ekki bara alveg að fara að eignast folald. Aumingja hesturinn sem þarf að bera þig, hugsa ég þar sem ég brokka gerðið og virði fyrir mér undankomuleiðir. Þetta er ansi hátt gerði. Jafn hátt og ég. En ég heyri ekki neinu rafmagni, það er gott. Ætli ég komist yfir? Ég hef aldrei hoppað yfir neitt svona hátt á ævinni. Þetta er örugglega 3 sinnum hærra en hæstu þúfurnar heima og talsvert hærra en grindurnar sem ég hoppa yfir í þrautabrautinni. En gerðið er ágætlega stórt og ef ég tek gott tillöp, þá næ ég því kannski. Rúllubagginn fnæsir, blæs og kvíar fyrir aftan mig og ég finn súran þefinn af honum. Ég læt sem ég sjá hann ekki og ákveð að láta hann kjaga aðeins meira og eftir mér á meðan ég hita upp fyrir stökkið. Það er best að láta sig gossa yfir í horninu, neðst í gerðinu. Þar sýnist mér vera víðátt á framundan og góð undankomuleið. Ég þarf líka aldrei nema augnablik til að átta mig á hvar áttin heim er. Ég rek bara snoppuna upp í vindinn og heimahæginn togar mig til sín. Ég snarsný mér við og tek tillöp eins hratt og ég get og þegar ég nálgast hornið neðst í gerðinu þá stekk ég. Jippi! Framfæturnir lyftast upp og yfir gerðið. Jippi! Ég flýg! Ég vissi ég gæti stokkið yfir þetta. Ég er hetja og ég get stokkið yfir allt. Ég teygi framfæturnar í áttina heim og bý mig undir að lenda en þá skyndilega pam pam. Þá skyndilega þarf maður að fara út í bókabúð og kaupa sér bókina til að vita hvað gerist. En ég ætla að sýna ykkur myndina. Sjáu þið. Sjáu hvað hún Freydís teikna fallega myndir. Þetta er hún hetja að stökkva yfir. Þetta er svona landsmótsflott meri. Og hér er Ævar trippið, mannatrippið. Hún kallar hann drengjatrippað þegar hann er úlingur. Og hér er rúllubagginn, alveg bandbrjálaður. Það eru fleiri svona fallega myndir inn í bókinni. En af því að þetta er ekki bara hetju, heldur líka Björgu, þá verði ég eiginlega að lesa smá kafla þar sem við sjáum tilveruna pínlítið með augum Bjargar.